Já, Ísak, 2-2 á móti Frakklandi hérna í Laugardalnum í kvöld. Ekki þetta að vera bara frekar sáttur með þetta? Jú, bara mjög sáttur og mjög sáttur með þennan glugga. Stoltur af liðinu, stoltur af þjálfaranum eftir hvernig hann bregst við eftir síðasta leik. Tók okkur bara og sagði bara við erum lið sem getur strítt Frökkum og við gerum það í kvöld. Hvernig fannst þið bara að spila leik? Okkur leið bara mjög vel í lóðblokkinni. 1-0 fram að 60-65 þeir skora og svo að koma tilbaka bara ógeðslega sterkt frá liðinu. Ógeðslega flott mark, Albert og Kristján og já, bara mjög stoltur af liðinu. Er það ekki bara merki góðan karakter í þessu lið að koma sér aftur inn í þetta? Jú, bara algjörlega. Í dag verjumst við meira, mjög flotti varnarlega og svo já, inn á milli getum við líka að spila á móti Frökkum. Þó var náttúrulega heilum við marga midda, en bara ógeðslega vel gert. 2-2 og við erum inn í þessu núna. Við erum bara nógu með glugginn og við erum bara í byllandi séns. Ef við vinnum Azerbaijan þá bara úrslitalegur leikur. Hvernig var að spila fyrir framann bara fullan Laugardalsvöll í þessum tveimur leikjum? Þetta er bara búin að vera draumur frá þegar maður var lítill krakki að koma hérna á Laugardalsvöll í stúkunni, sjá Under the Lights, fullir völlur og maður, já, þetta var mjög skemmtilegt. Komst inn á Úkraínu leik áðan, var það ekstra motivation fyrir ykkur komandi inn í þennan leik að það hafi ekki farið eins og þið vildu? Já, algjörlega, það satt svolítið í okkur úrslitin en Arnar sýndi okkur á klippum og glærum að þetta var ekkert eins slæmt og þetta leit út fyrir að vera. Þetta var bara mjög flottur leikur, sérstaklega með boltan og bara við lærðum af mistökum og gerðum betur í dag. Hvernig horfði framhaldið við þér? Við erum bara í góðum séns. Ég meina, ef við vinnum Azerbaijan úti þá ég er rétt að vona að Frakkland vinni þá heima á Úkraínu. Það hjálpa okkur aðeins og þá er bara úrslitaleikur og við erum bara í byllandi séns. Takk hérlega. Takk.